Komið sælir og blessaðir kæru sportdrekar. Þá var komið að því að taka spil fyrir ykkur og ástina. Skulum láta Reykjelsi vera með okkur. Svona. Og þá bara okkur ekkert að vanbúnaði. Ég ætla að taka nokkur spil hérna megin fyrir þig, kæri sportdreki, og hérna megin fyrir hinn aðilann. Síðan tökum við nokkur spil í lokin, í miðjuna fyrir ykkar sameiginlegu orku. Ok, og þá bara byrjum við. Já, það sem að kemur þín megin að þú ert að fara að taka eitthvað skref varðandi skuldbindingu. Kannski sambandið að komast á annað stig. Það getur verið trúlofun eða það getur verið að þið séu að fara að flytja inn saman, eitthvað slíkt. Og hjá hinum aðilunum koma skilaboðin að ný manneskja mun færa þér góðar tilfinningar, góðar nýjar tilfinningar. A budding romance, það svona romance sem að springa út, þannig að sambandið greinilega á einhvers konar vaxtarleveli og ef að þú ert ekki nú þegar í sambandi þá hérna greinilega samband fyrir þig sem að svona við það að komast á koppinn. Haldum áfram. Sko, vá, þið fáið hérna 2 setta hringum. Þetta ekkert annað en bara mikil skuldbinding þarna, stór skuldbinding. Þannig að þetta kemur hérna í þrepum. Þetta kannski það sem hinn manneskjan vill frá þér, nú eða þetta það sem að þú ferð af stað með að vilja gera. Þetta táknar líka bara 2 manneskjur sem bara mjög fastlega og vel tengdar og hér stendur eternal love, everlasting promise, þannig að það náttúrulega það sem að gifting allavega ætlað að vera. En einhvers konar falleg og sterk tenging þarna í gangi. Hjá hinum aðilunum kemur klukka. Að gefa einhverju tíma, taka sér tíma, kannski til að kynnast, gefa sér tíma til að gangi gegnum heilun eða láta málin þróast. Þannig að ef til vill ert þú svolítið ákafari, kæri sportdreki, í þessum áætlunum heldur en hinn aðilinn. Það getur verið líka að þú þurfir aðeins að temja þolinmæði og bíða, þess vegna kemur tíminn hérna upp, áður en að þetta verður að raunveruleika. Við haldum áfram. Já, akkúrat. Ástin deyr ef henni haldið of fast, en ef henni haldið of laust, þá flýgur hún í burtu. Þannig að þú þarft greinilega, kæri sportdreki, að finna einhvern milliveg, vilja kannski ekki alveg stökkva inn í hjónaband strax, en reyna að finna einhvern góðan þægilega stað í sambandinu þar sem að báðir aðilar eru sáttir við að vera. Og hinn aðilinn fær hérna innra með þér tíni ég sjálfur mér, en án þín finn ég sjálfa mig og svo reyni ég að tínast aftur. Já, þetta svona bara falleg romantísk orð
tenginguna ykkar. Haldum aðeins áfram. Fyrirgefning. Að gleyma og fyrirgefa, lífið er of dýrmætt til að eyða því. Kannski er eitthvað gamalt sem þú þarft að vinna úr og leggja til hliðar. Vinna í að fyrirgefa einhverjum eða fyrirgefa sjálfu þér. Fyrir einhver gömul mistök, eitthvað sem þú gerðir eða eitthvað sem þú gerðir ekki. Ef til vill er eitthvað á milli ykkar, þín og þessa nýja aðila, sem að krefst þess að þið skoðið fyrirgefninguna, hver veit. Og hinn aðilinn fær að bænum verður ansað. Sem sagt, kannski er þú svar við bænum hins aðilans, eða hann er þessi aðili svar við þínum bænum. Það geti verið líka bara á báða bóga. Það er náttúrulega yndislegt og eiginlega bara best að það sé þannig. Svo tökum við hérna spil sem að lýsa svona hinum aðilanum. Það er að segja að lýsir ykkur fyrir hinum aðilanum. Achiever, það er einhver sem að nær árangri, setur sér markmið og er metnaðarfullur, kappsfullur og þessi hérna high roller, hann er svona sá sem lifir svolítið hátt. Kannski lifir hann svolítið svona við mikið ríkidæmi eða allavega er að sækjast eftir því. Nú er það spurning, er þetta þú, kæri sportdrykki, eða er þetta hinn aðilinn? Þetta getur líka verið sú ímynd sem að þú ert að sækjast eftir í annarri manneskju. Og þú vilt fá einhvern sem að er tilbúin að leggja á sig hluti og ná hátt. Og þessi spil fara svolítið vel saman með það að gera. Og alveg bursið frá myndunum þá er þetta ekkert endilega, verið að tala hérna vöðvastælta karlmenn. Það getur, myndirnar segja ekkert til kynin. Sjáum hvað kemur hérna megin. Það er bara gyðja og blóðsugan, það er ekkert annað. Gyðjan er auðvitað bara einhver sem býr yfir svona gyðjulíkum eiginleikum. Að vera ákaflega kynþokkafull, ákaflega full sjálfstrausts og sjálfsöryggis og að vera skapandi og fullur af frjósemi. Gyðjur eru oft líka gæddar einhvers konar galdramætti. Nú að vampíran hérna, það er svolítið athyglisvert. Hún getur bent til manneskju sem er svolítið, eins og maður segir á enskunni, needy, sem er svolítið þurftarfrek. Þarf svolítið mikið á hinum aðilanum að halda. Gæti þróast út í það að verða afbrýðisöm. Ef til vill er þetta eitthvað gamalt munstur sem að viðkomandi manneskja þarf að vinna úr áður en hún fer inn í annað samband. Svo hún gleypi ekki bókstaflega hinn aðilann eða tæman. Ef að það er, þá er kannski bara ástæða til að vara þig við, kæri sportdreki. Ef að þú finnur þá eiginleika í manneskju að hún
ætli bara bókstaflega að sjúga úr þér alla orku, þá tími til að staldra við og hugsa málin kannski aðeins, því það ekki góður staður að vera í sambandi með manneskju sem í þeirri stöðu. Nú ekki heldur ef að þú ert þannig sjálfur að upplægi kæri sporðdreki sem að þú veist þá eflaust. Ekkert mjög jákvætt að sýna þær hliðar og það vill enginn vera í sambandi með manneskju sem að hefur þessa eiginleika. Eða það? Ég veit það ekki. Kannski heillar það einhvern. En þetta myndi ekki teljast heilbrigt samband. Ok. Þá ætlum við að kíkja aðeins á orkuna ykkar, svona þessa sameiginlegu orku. Sameiginleg orka ykkar, þar sem á milli ykkar. Eða mun verða á milli ykkar. Ég ætla að reyna að hafa þetta þannig að þannig að þið sjáum spilin vel. Ok, hér verið að tala að það mikilvægt fyrir ykkur báða aðila í þessu sambandi að slíta tengsl við gömul sambönd. Það að segja að gera þau upp og loka öllum dyrum, hnýta alla lausa enda eins og hægt er. Það fyrir auðvitað eftir því hver tengsl ykkar eru og ég ekki að tala ef að þið eigi börn með fyrrverandi maka eða eitthvað slíkt, þar sem að einhvers konar samskipti þurfa að vera opin, en hér bara verið að tala svona tengsl sem geta haft áhrif á sambandið ykkar í dag, eða nýtt samband, eða staðið því fyrir þrifum. Fjárhagslega skuldbindingar þurfa að vera líka á hreinu áður en að þið farið af stað inn í þetta samband. Þannig að ef að þið eru ennþá bundnir fyrrverandi maka fjárhagslega á einhvern hátt, þá að gera það upp áður en lengra haldið. Og klukkurnar eru svona að benda á tímasetningu, að þessi tímasetning hvenær þetta samband fer af stað, hún ekkert endilega sá tími sem að þið viljið eða sem að þið hafið planað, heldur getur ástin kviknað í raun og veru hvenær sem er. Og þið verða að vera tilbúnir, kæru sporðdrekar, bara að taka á móti henni þegar hún bankar upp á. Ok, höldum aðeins áfram. Annað fyrir reykjelsið. Já, til að ég lefi því bara líka. Það mikilvægt að tala skýrt og hafa heiðarleikann uppi við í öllum samskiptum. Ég held þetta sé búið að koma hjá öllum merkjónum að einhverju leyti. Að tjá sig skýrt og ekki fara í felur með skoðanir eða tilfinningar. Ekki vera að pukrast eða laumast með eitthvað sem að getur valdið því að það kraumi einhvers konar illindi eða leiðindi undir niðri á milli ykkar. Leyndarmál í sambandum valda oft áhyggjum, geta valdið kvíða og afbrýðissemi. Þannig að það verið að leggja áherslu á það að vera hreinskilin,
Þannig muni sambandinu farnast best. Við höldum aðeins áfram. Aftur kemur hérna upp gifting og meira að segja brúðkaupsferð. Ok. Brúðkaupsferð til Feneyja. Hafið þið komið til Feneyja? Ég hef komið til Feneyja. Ég var ekki hrifin. Börn eru mikilvægur þáttur í þessu sambandi, greinilega. Og ef til vill er það þú sem átt börnin, sportdrykki góður, nú eða báðir aðilar. Þá er bara að reyna að finna sameiginlega flöt á því og sérstaklega ef þið eru að stefna á að fara fljótlega að búa saman eða gifta ykkur, að gleyma ekki börnunum, gera ráð fyrir þeim í öllum ákvarðanatökum og síðan bara að njóta hérna tíma saman, hvort sem það er brúðkaupsferð eða bara ferð fyrir þar sem báðir aðilar geta notið sambandsins án barna. Kannski eru börn að hafa svona mikil áhrif á ástalífið þitt eins og hér stendur í augnablikinu, bara vegna þess hreinlega að þú þarft að sinna börnunum þínum. En það er þá bara eitthvað tímabundið ástand sem að mun leysast úr. Ok. Það er allavega nógu mikla vísbendingar hérna sterka tengingu ykkar á milli og að þetta samband sem er hér er ekki eitthvað sem að verður einnanætu gaman, en mér sýnist annar aðilinn þurfa að vinna aðeins í já, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla það, þessa tendensa til að festa sig við hina manneskjuna og þetta er ákveðið óöryggi sem viðkomandi þarf að vinna úr og leyfa hinum aðilanum að hafa ákveðið frelsi. Eins og stóð hérna áðan og mikið frelsi þá flýgur sambandi út gluggann. En of lítið frelsi kæfir sambandið. Þannig að þetta er spurning að finna einhvern milliveg þar. Ok, þá skulum við draga hérna spil varðandi tímasetningu. Hvort sem það er tímasetning á hvenær sambandið hefst eða einhver önnur tímasetning sem að þú vilt spyrja Það eru nokkrir mánuðir sem að hér koma upp og við tökum eitt í viðbót. Já, það passar ágætlega eftir örfáa mánuði eða í sumar. Það virðist vera tíminn sem að kemur inn fyrir þig, kæri sportdrykki. Og síðan er það ef þið viljið svona spyrja einhverja spurninga og fá svona svolítið afdráttarlaust svar. Hvað heldur þú? Hvað finnst þér, kæri sportdrykki? Og við skulum ekki veðja að það verði þannig. Ok, þannig að þú ert skilin eftir með svona pínu vafa og þarft svolítið að finna út úr hlutunum sjálfur. Já, bara gott mál. Í heildina bara jákvætt og fallegt. Og ég vona að hafa fundið eitthvað sannleikskorn í þessu fyrir þig, kæri sportdrykki. Ég þakka þér fyrir að horfa, hlusta, ljós og kærleikur.